Góðan dag og velkomin í Gunnhann Brassar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunnhann. Og þið finnum mig bæði á Facebook og Instagram undir því nafni. Nú er farið að líða á seinni hluta júlímánaðar og það er svona ýmislegt sem ég er búin að vera að gera en kannski ekki akkurat það sem ég lagði upp með í vor. Hvað ég ætlaði að nota sumarið í, hvaða verkefni ég ætlaði að vinna. Og það helgast nú að því að ég fór að búa til minjagripi sem að ég sel í handbrunasambandinu og það gekk bara ágætlega þannig að ég hef verið svolítið mikið að vinna í því, svona nota tímann núna þegar ferðamennir eru að það sé þá alltaf til nóg af þessum verkum í búðinni. Þannig að ég er búin að setja svolítið við það. Þetta er svona útsemur og þæfing og svona sem ég er að vinna í og tekur alveg tíma þannig að ég hef svona, verið svolítið mikið í því. En nú er ég komin á fullt í þau verkefni sem ég ætlaði að gera og hef svo sem verið líka alveg að gera önnur verkefni en svona. Ég hef ekki verið eins mikið í laufinni eins og ég ætlaði mér. Já, laufið, ég kalla vinnustofuna mína lauf. Þannig að velkomin í laufið. En ég kláraði peysuna sem ég var að hekla, svona dúllur. Og ég hef sýnt ykkur þetta áður. Ég var með 2 kóna af garni. Þetta er bómullarþráður og þetta er að ég held ullarþráður. Og vatt þá saman. Ég vinn með þessa 2 þræði saman. Heklaði dúllur. Byrja á þessu ekkert tímann í vetur og hélt ég væri nú frekar fljót með þetta en ég þurfti alltaf fleiri og fleiri. Já, þegar kona er stór og þá þarf flíkin að vera það líka. En peysan er búin og ég gleymdi að koma með hana hingað niður yfir þannig að ég tek bara mynd af henni og setja hana hérna. Ég er mjög ánægð með hana, mér finnst hún bara koma vel út og ég var svolítið að spá í því þetta er svona ferkantaðar dúllur og þá var hálsmálið svona alveg hérna og mér langaði ekki að hafa það þannig og ég var svo hrædd að það myndi líka bara leka niður á vöxlunum þannig að ég heklaði í hálsmálið og mér finnst það bara koma ágætlega út og það er líka því að það varð eitthvað svo bæði kassalega og stórt. Þannig að ég svona, formaði hálsmálið betur. Þannig að ég er bara mjög ánægð með það. Ætlaði að hafa ermarnar aðeins styttri, en þegar ég var búin að þvo peysuna, að þá, ég ætlaði að hafa, held ég hingað, en þetta var alveg hingað, ermarnar. Og það er allt í lagi. Ég þá bara bretti upp eða geri eitthvað við það. Ég fór á námskeið í vor. Brjóstarhaldara námskeið, í að sauma brjóstarhaldara. Mér fannst það svolítið spennandi og ákvað að drífa mig og þetta var bara skemmtilegt. Ég er með ég keypti svo snið hjá henni af þessu sem ég get þá farið eftir og get þá gert fleiri stærðir og hann er svona, ég valdi grátt efni. Málið er það að ég hef ekki notað hann af því að hann er alltaf þröngur mig. Mér finnst þetta svolítið skrítið. Ég mældi mig og svo mældi kennari mig og hún dró svo marga sentimetrar frá. Sagði þetta á að vera þröngt. En herregud, 10 sentimetrar. Nei, það gat ekki passað. Fyrir nokkrum árum var ég í Glasgow og ég fór í svona undirfattabúð og ákvað að fara í mælingu og þannig að ég myndi bara alveg fá rétta stærð og eitthvað svoleiðis og ég var þarna mæld og mátaði brjóstarhaldara og eitthvað svona og nema hvað. Og hún var alltaf að hjálpa mér að setja saman loka og eitthvað svoleiðis. Þegar ég keypti einhverja 3-4 brjóstarhaldara þarna og þegar ég kom heim
þá var það bara það sama eins og þessi hérna. Ég bara kom því engan veginn saman í bakið og ég þarf að bæta við, ég á meira efni, ég þarf að bæta við lengja þennan part, bara svo ég geti notað þetta. En ekki búin að gera það. Ég fór í svolítið fílum út í þetta, kannski skiljanlega, en ætla samt að klára þetta, eða ég ætla að laga hann þannig að ég geti fara að nota hann og vonandi þá bara að fara að gera mig fleiri. Það var ekki vitlaust. En þetta var skemmtilegt og það voru ekki allar sem lenti í því sama og ég, að brjóstahaldurinn passaði ekki. Þannig að, já, þetta var bara ágætt. Þannig að þetta bara svona verk sem ég þarf svo bara þá að vinna í. Ég fór á prjónagleðina núna í júní. Prjónagleðin á Blönduósi alltaf haldin aðra helgina í júní. Og við fórum 2 vinkonur, þannig norður, og þetta var ótrúlega gaman. Mjög margir sem mættu, gaman að hitta fólk alls staðar af landinu. Ég kenndi á einu námskeiði, ég var með námskeiðið útsemur í prjón, heitir það. Og það gekk bara ljómandi vel. Og það sem sóttu það námskeið voru ánægðir, þannig að þetta eitthvað sem ég ætla að gera núna í vetur, bjóða upp á. Það er svo auðveldlega hægt að flikka upp á einhverja peysur. Þú ert kannski orðin leið af einhverju peysu eða fötum. Þetta er svo sem líka bara, það þarf ekki endilega að vera útsemur í prjón, það má líka vera bara útsemur á föt eða bara hvað sem er. En allavega þarf þetta að gera svo mikið með það. Á prjónagleðinni þá var í íþróttahúsinu svona markaðstorg. Þar var náttúrulega fullt af gatni til sölu og alls konar vörum tengt prjónaskap. Ég var eiginlega búin að ákveða að ég ætlaði ekki að kaupa mig gagn. Þannig að ég klappaði nú bara vel og mikið svona ýmsu þarna og var svona spá og spökulera. Nema, ég stóðst ekki mátið. Ég fór til Thelmu Steinmann. Það er kona sem býr í Danmörku og hún handlitar garn. Og ég keypti hjá henni garn sem svona móhergarn og ég ákvað að gera mér bara vesti, bara svona einfalt vesti með svona stóru ermaopi, bara alveg vel Svo fann ég reyndar kjól í laufinu sem að ég byrjaði að sauma fyrir nokkrum árum og hafði aldrei klárað og ég hugsa, heyrðu, þetta er bara flott, hann er svona úr bláu jarðsegefni, að hann væri flottur undir þetta. Það þarf að vera svona einlitt efni undir, af því að þetta er svolítið svona skýjað. Ég keypti bara 2 hespur og til þess að þær myndu duga, að þá geri ég svona umferðir. Þetta sjáast eitthvað betur, svona. Jó. Þannig að sumar umferðir eru með svona stærri, svona lausari lykkjum. Stærri lykkjum. Og þá er ekkert alveg heil umferð, heldur er það bara svona hist og her bolinn.
vonandi að þið sjáu þetta. Þannig að nú þarf ég bara að fara að halda áfram með þetta og vonandi bara að fara að klára það fljótlega. Þetta verður eitthvað svona bara voða þægilegt, held ég. Ég er svolítið mikið því ég fara ekkert eftir uppskriftum, eins og þið hefur kannski tekið eftir. Þannig að ég vona bara að þetta er eftir að koma vel út og ég muni nota. Já, þannig að ég gríp í þetta svona þegar mér langar til að prjóna. Í vor var ég að tala um að ég þyrfti nú að fara að klára gamla syndir. Og eitt af því var mynd sem ég keypti á Hvolsvelli þegar ég fór þangað að sauma þess í Njálurefilinn. Og hvað haldið þið? Ég kláraði þetta. Ég kláraði refilsauminn. Ég átti aðalega bara eftir að sauma fylla upp í þessar kjaftakellingar með refilsaum og ég bara ákvað, nei, nú kláraði þetta. Þannig að ég er að bíða eftir að fá spýtu. Þannig að ég var að setja bara spýtu bakvið og festa þetta svona. Svona. Þannig að þetta yrði bara svona löng mynd. Og það er ein sem ætlar að redda mér spýtu í réttri stærð. Og þá ætla ég að setja hann upp hérna. Já, ég hafði stoppað af því mér fannst ég ekki gera refilsauminn rétt. Mér fannst eins og hann væri það var eitthvað ólag á honum. Og þetta voru svona stærri fletir og svona, þú veist. Allavega, ég held að það séu 3 ár síðan ég byrjaði á þessari mynd. En nú er hún búin. Og ég þarf bara að setja hann upp. Ég er ánægð með hana. Hvað heitir hún? Kjaftakellingar segja frá eða eitthvað svoleiðis. Já, ég var búin í vor. Þá kíkti ég í skápinn. Þessi skápur er fullur af efnum, alls konar. Og ég kíkti í hann og tók svona út efni sem að ég vildi sauma með föt úr. Það var alveg dágóðu slatti. Og eitthvað af því var nú hálfsaumað, þess að ég átti eftir að klára. Og þetta var eitt af því sem ég ætlaði bara að vinda mér í, bara strax og ég byrjaði í sumarfríi. En eins og ég sagði áðan að þá fór ég að gera aðra hluti. En nú er ég byrjuð og ég er búin að sauma eina mussu. Ég kláraði hana í gær. Og það er það sama eins og með bláa peysuna að mussan er heima. Þannig ég set bara mynd af henni. En allavega, þetta er sérst með svona kínakraga og hálsmáli niður. Og þegar ég fór í hana, að þá var þetta, ég veit ekki hversu langt. Mér fannst það allavega vera þannig að ég væri alltaf eitthvað að, já, mér fannst hún vera á flegin. Það er orðið. Þannig að ég fann til blúndu og setti bara blúndu í neðst í hálsmálið. Sem að mér finnst alveg bara gera þetta bara svolítið skemmtilegt. Og þá er ég ekki alltaf að hugsa um að það sé nú að sjást inn á mig og eitthvað svoleiðis. Svo er ég að klára aðra flík og það er kimono. Og þetta er úr gömlum gardínum sem ég keypti í Fríðu frænku fyrir mörgum árum. Og mér fannst þetta svo fallegt efni og ég held að þetta verði bara hlýtt, þægilegt að vera í þessum kimono. Þannig að þessi er tilbúin. Mér finnst voða þægilegt að vera í svona kimonom. Ég hugsa eftir að sauma fleiri. Ég á 2 sem ég keypti mér fyrir mörgum árum síðan og
og ég hef notað mikið, þannig að ég veit að ég á eftir að nota þetta. Svo held ég að sumir vilja alveg nota það með mér. Það er að segja Berglind. Nú er ég vonast til að geta fara bara í rútínu. Það er að segja að mæta bara hérna í laufið á morgnana eða rétt fyrir hádegi. Ég ætla að vera dugleg að fara í sund fyrir hádegi. Bara byrja daginn á því að fara í sund og koma svo hingað og vinna. Og þá á nú eftir að gerast ýmislegt að hef ég trú á. Svo er ég búin að taka 1 viðtal sem að kemur í næstu viku. Hef ekki verið nógu dugleg við að finna fólk til þess að koma og tala við mig. Þannig að ef að þú veist um eitthvað eða þú vilt koma, að þá endilega hafa samband við mig og benda mér á einhverja flotta til þess að taka viðtal við. Einhverja sem er að gera flotta hluti. Svona sem að skemmtilegt væri að sýna frá. Þannig ég held að ég segi þetta bara gott í dag og bara takk fyrir að horfa og við sjáumst í næstu viku.